Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og við ætlum að vinda okkur yfir í menntun og menntatengd mál. Því að undanfarin 3 ár hefur Hrafnagilsskóli verið í samstarfi við Erasmus samstarfi við kennara frá Finnlandi, Eistlandi, Íslandi og Þýskalandi. Og við ætlum að fræðast aðeins það og hingað til mín kominn Hans Rúnar Snorrason, vertu hjartanlega velkominn í þáttinn. Þakka þér kærlega fyrir. 3 ára Erasmus samstarf og hvað hafið þið verið að gera? Við byrjum bara á því. Já, það stórt spurt. Þetta hófst nú þannig að fyrir 3 árum síðan þá hittust við á ráðstefnu sem var svona tenglaráðstefna Erasmus og þar myndast svona hópar eftir áhugamálum og mitt áhugamál upplýsingatækni og þannig maður svona endaði í hópi með kennurum sem voru með svipuð áhugamál. Já. Og niðurstaðan var sú að okkur fannst vanta stuðning við kennara sem svona eldri kennara sem fæðist ekki í tölvuheimi og menntuðust ekki í upplýsingatækni með internetið bara í andlitinu alla daga. Nei. En eru samt að kenna nemendum sem eru þannig. Þannig að hugmyndin var að verkefni snýrist það að hjálpa þessum kennurum að máta sig við upplýsingatækni. Já, einmitt. Og að það sé að nýta upplýsingatæknina í þá sem flestum greinum væntanlega. Já. Og hvernig fer maður að því? Þetta náttúrulega ærið verkefni. Já. Við vorum nú töluverðan tíma að finna einhverja leiðir og okkar leiðir kannski ekki endilega betri en margar aðrar en svona okkar nálgun var svo að fyrir kennara sem hefur ekki notað tækni í kennslu þá væri kannski gott að geta máta bara kennsluáætlun. Að við myndum útbúa eða láta kennara okkar útbúa kennsluáætlanir þar sem að tækni væri notuð. Og þeir geta það máta kannski svona sambærilega kennsluáætlun og þeir væri sem að hentaði þeirra námsgrein og séð hvernig tæknin nýtt í það. Já. Staðreyndin náttúrulega svo að nemendur okkar í dag, þeir fæðast bara, með interneti á flegi ferð. En kennarar eins og ég og svona meðalkennar á Íslandi og í Evrópu, þeir gerðu það ekki. Nei. Þannig að maður krakkar fái síman bara afhentan leiður fæðast í dag. Já, og ungi krakkar kannski fara að hamast á tölvuskjá hjá kannski af og ömmu vegna þess að þau halda að það eigi verið hægt að svæpa á skjánum, Já, einmitt. Og þannig að þetta því ekkert saman að jafna, og nemendur miklu sjóaðri og betur að sér kannski heldur en kennara. Þeir eru sjóaðri og geta ótrúlega mikið með sínum tækjum eins og farsímum og fleira. Og ég meina fyrir nemendur þá minnstamál í heimi að taka upp dans með tónlist í bakgrunni og eitthvað svona. En þeir eru kannski ekkit sérstaklega góðir að nýta tæknina til að læra. Nei. Og nýta sem verkfæri og það svo mikilvægt fyrir okkur kennara að þjálfa nemendur í að nýta verkfæri sem þeir eru að nota í að læra. Já, og verkefni náttúrulega miðar allt saman að því og þeir eru búin að setja upp gagnagrunn, það ekki rétt? Jú, við fengum nemendur í okkar skólum til þess að búa til kennsluáætlanir og við erum komið með 80 kennsluáætlanir í mismunandi greinum og þær eru flokkaðar mjög nákvæmlega eða svona ítarlega og kennsluáætlanir voru svo settar inn á heimasíðuna þar sem hægt að síja út. Þannig ef ég að kenna stærðfræði þá get ég hakað í stærðfræði og skoðað kennsluáætlanir og þá tengt því. Já, séð hvernig tæknin nýtt í þeim áætlunum. Einmitt sem þá mjög gagnlegt fyrir kennara að geta skoða það. Það það. Og hvernig tóku nemendurnir í þessa vinnu? Voru þau öll að vilja gerð? Nemendur eru kannski ekki mikið vari við þessa vinnu nema það að kennarar prófuðu námsgreinarnar. Langflestar kennsluáætlanir hafa verið prófaðar eftir á og metnar. Já. Og það við erum ennþá að vinna úr því. Þannig að þeir kannski bara fundu fyrir því að
það var verið að kenna út frá þessum kennsluáætlunum. Já. En kannski tóku við bara ekkert eftir því. Nei. En svo líka, við gerum þessar 80 kennsluáætlunir, en við gerum líka annan gagnagrunn sem að bara með verkfæri, sem að getur verið bara heimasíða eða app eða forrit í tölvu sem að þarna flokkað einmitt eins og með kennsluáætlanir að þú getur máta þetta við það sem að þú ert að kenna. Já. Eða út frá einhverju markmiðum. Einmitt, og hvernig það nýtist þá í að ná því fram. Já, þetta náttúrulega mjög gagnlegt og verður gagnagrunnurinn opinn öllum kennurum eða hvernig mun það virka? Þetta heimasíða sem að við byggum til sem heitir því þjála nafni digitalpedagogy.school og við munum nú vera duglega að dreifa á Facebook hópum fyrir kennara og að sjálfsögðu þetta opið fyrir alla og það eins og með Erasmus, þær afurðir sem Erasmus setur peningi í þetta verkefni og niðurstaðan að þetta er frjálst fyrir alla. Já. Og vonandi munu sem flesti bara skoða þetta og nýta og máta við sína kennslu. Já, vonum það einmitt og sérstaklega einmitt þeir sem að þá sem langar til þess að bæta sig í þessum þætti og taka upplýsingatæknina betur í sína þjónustu, þá þetta alveg kjörið sóknarfæri myndi ég halda fyrir það fólk. Það það. Og hvað, þetta búið að vera 3 ára ferli og sem að ljúka núna, hvað tekur við? Sérðu þið að verði áframhald á þessari vinnu? Það hlýtur að taka við hjá mér, mér stáðast í töluvert tómarum vegna þess að við höfum unnið mjög þétt þrátt fyrir COVID og við höfum ekki verið að ferðast mikið, síðasta 1,5 ár. Þá höfum við unnið mjög þétt og við höfum fundað að minnstakosti einu sinni í viku og þetta búið að vera gríðarleg vinna í kringum þetta. Þannig að maður þarf að finna sér eitthvað annað að gera. Já. En því þetta nú væntanlega, þetta nú eitt af þessum verkefnum sem að kannski klárast aldrei. Það má alltaf... Þetta er verkefni sem að ég myndi bara vilja vinna við næstu árin að þróa og bæta. Já. Og heimasíðan komin í loftið en við erum enn að vinna bara skýrslugerð og frágangi og heimasíðan ekkit alveg 100% tilbúin. Nei. En verður þá vonandi í september, október. Það sem við komumst með þetta verkefni. Já. En ég myndi gjarnan vilja halda áfram með þetta og þróa. Vonandi finnast einhverja leiðir til þess, því að þetta er náttúrulega mjög þarft og náttúrulega eilíðarverkefni sem er þess vert og er verðugt þess að það sé unnið áfram. Þannig að við bara vonum auðvitað það besta, en þetta er magnað enga síður og bara til hamingju með þennan árangur og vonandi geta sem flesti nýtt sér digitalpedagogy.school. Þetta er ekki flóknar svo ég er bara búin að ná þessu strax. Kærar þakkir Hannes Rúnar fyrir að koma hérna í þáttinn og segja okkur frá þessu og gangi vel áfram. Þakka kærlega fyrir.